Næstur til þess að spyrja Guðlaugur Þór Þórðarsson. Takk fyrir þetta og takk fyrir fundinn. Það vekur athygli þegar maður fer yfir skýrsluna að skýrsluhöfundar fara meðal annars yfir það að verðtryggingin sé til staðar í mjög fleiri löndum heldur en hér. Og reyndar í samantektinu og annars staðar í skýrslunni þá kveða er svo fast orðið að þessi erlendir hagfræðingar að þær mæli sérstaklega með aukinni notkun verðtryggingar. Og skýrsluhöfundar niðurstaða þeirra er í rauninni mjög skýr. Þeir telja að kostirnir séu þeir að verðtryggingar að það þýði lægri fjármagnskostnað, auki fjölbreytni fjárfestingarkosta, hvetji til sparnaðar, auki trúveruleika hagstjórnar og auðveldi útgáfu skuldabréfa til langs tíma. Ásamt því að það þýði að verðtryggð skuldabréf muni minnka hættuna á óviljandi eignatilfærslum. Og ég vil nú viðurkenna það að mér kom nú óvart hvað þetta var afdráttarlaus niðurstaða hjá skýrsluhöfundum og er það örugglega eitthvað sem væri hægt að ræða sérstaklega, og sérstaklega fannst mér þessi erlendi vinkill vera áhugaverður því hann hefur verið þvert á það sem við rætt hér í umræðinni. Ég tel hins vegar afskaplega mikilvægt að við aukum fjölbreytnina og aukum framboð á óverðtryggðum fjárfestingarkostum. Og að væri nú ekki nema annað, ráðherra fór hér yfir áðan að hann myndi nú ekki mæla með því að fólk færi í óverðtryggð lán og þau stæðu til boða. En ég held að væri mikilvægt þá var ekki annað heldur að menn myndi svo átta sig á því hvaða vextir eru þar á ferðinni. Því að ég held að menn hafi almennt vanmetið verðbólgu þáttinn í verðtryggingunni. Og ég vildi því spyrja ráðherra, er ríkisstjórnin sem er með lungan af íbúðalánum í gegnum íbúðalánasjóð, hvernig er ríkisstjórnin að koma til móts við það og auka fjölbreytnina með óverðtryggðum með lánum? Já, þakka fyrir þetta. Það er alveg rétt sem að þingmaðurinn nefndi að ýmsir fræðimenn hafa talað fyrir því að auka útbreiðslu verðtryggðra skuldabréfa og hafa velt því fyrir sér meðal annars af hverju þau hafa ekki náð meir útbreiðslu þar sem þau eru í boði. Það má til dæmis minna á að í Bandaríkjunum eru gefin út verðtryggð ríkisskuldabréf en það eru sáralítil viðskipti með þau, þannig að þau eru ekki nema örlítil brot af þeim skuldabréfum sem að bandaríski ríkiskassin notar til þess að fjármagna sínar lántökur. Og það má enda líka nefna dæmi frá Evrópu þar sem eru til verðtryggð ríkisskuldabréf meðal annars í evrum, en þau eru tiltölulega lítið notuð, þannig að þetta er svona jaðarafurð á erlendum fjármálamörkuðum nema í löndum eins og Íslandi þar sem verðbólga hefur verið mjög landlæg mjög lengi eða menn hafi verið illa brenndir af verðbólgu. Þannig að það má kannski segja að þessi að horfa á vandan einmitt frá hinum endanum. Þar er mikill markaður með óverðtryggð skuldabréf en sáralítill með verðtryggð og menn vilja þá auka vægi síðari kostsins, en við erum með mjög mikið af verðtryggðum skuldabréfum en lítið af óverðtryggðum langtíma skuldabréfum. Það er mikið af skammtíma skuldabréfum óverðtryggðum en langtímamarkaðurinn er að mestu verðtryggður og það væri að mörguleyti æskilegt fyrir Ísland ef að við ferðumst í þá átt að óverðtryggð langtíma skuldabréf væru raunhæfur valkostur, það væri virk verðmyndun með þau og það væri hægt að eiga viðskipti með þau svona tiltölulega vandræðalítið eins og með verðtryggðu bréfin og því ná menn í sjálfu sér með ýmsu. Eitt er að ná bara almennt stöðuleika í verðlagi og væntingum manna verðbólgu, en það er svo sem að það gera fleira líka og það er rétt að benda á það sem hefur verið gert. Til dæmis hefur verið talsverð vinna lögð í það að búa til óverðtryggð langtíma skuldabréf og búa til markað með þau, og félagsmálaráðherra hefur kynnt að vonir standi til þess að það verði hægt að bjóða upp á óverðtryggð íbúðalán frá íbúðalánasjóði og ég held að það sé alveg virðingavert að gera það og það kann að vera einhverjir
vilji frekar taka slík lán heldur en verðtryggð. Það kann að vera skynsamlegt að hafa kannski hluta af sínu fasteignaláni óverðtryggt og hluta verðtryggt, þó að ég geti ekki mælt með því að svona venjulegu launamaður sem að að kaupa hús sem að í einhverju eðlilegu hlutfalli við þær tekjur sem hann hefur, að hann taki alla áhættuna af því að hafa allt óverðtryggt.